Fljótur, Lúli, sendu boltan til mín. Nei, Lúli, sendu til mín, ég nær. Hérna þá, hérna færðu hann. Látum okkur sjá. Þakka þér kærlega. Mark! Ég skoraði mark! Húrra! 1-0 fyrir okkur. Asnuninn, Lúli, þú sendir Manga boltan og hann í hinu liðinu. Verð ekki að argast í mér, Tommi. Viðurkendu það bara, hvaða gagn svo sem í þér? Það gagn í honum fyrir okkar lið, hann sendi okkur boltan. Þetta ósanngjarnt, þetta ódrengileg hegðun. Hættið að rífa, strákar, við höldum leiknum áfram. Gætið ykkar. Hér komum við enn. Mark! Ég skoraði annað mark. Æ, nei. Þetta hljóð boðar ekki gott. Nei, ekki aldeilis Mangi Mægiskálfur. Þú ert búinn að mölbrjóta gróðurhúsið mitt. Æ, elsku Petra, ég get ekki sagt ósáttur. Það var Lúli Laukur. Það var ekki ég. Það alveg dagsætt. Nú mælirinn fullur, ég geri boltan upptækan. Hann verður í gróðurhúsinu mínu. Því miður þér svo fyrir að þakka, Mangi, að við erum orðin boltalausir. Við getum notað Lúlla, hann eins og bolti í laginu. Ég vil ekki verða fótbolti. Viltu þið nú, Lúli, ég var bara að grínast. Þú ert svo besti í okkar liði. En ég ekki í ykkar liði. Ég vissi ekki betur. Ég hef skipt skoðun. Þið getið fengið gömlu boltadruslun ykkar aftur. Þakka þér kærlega, Petra, þú ert indæl stúlka. Þú hefur hleypt öllu loftin úr honum. Við getum ekki notað hann, það skoppar ekki. Og þá brýtur hann ekki neina rúður, bless. Jæja, haldið áfram leikinn. Ég með annan bolta hérna. Fljótu, Lúli, til mín. Nei, góðu, þú leikur ekki svona mig aftur. Nú ætla ég að setja mark. Þetta getur orðið sögulegt. Já, hann þá heima. Hvað gengur hér á? Jú, hann heima. Burt með ykkur, leiðindagemlingarnir ykkar, farið burt! Sæll, Pési. Ætlar að taka þátt í leiknum með okkur? Það dettur mér ekki í hug. Hvorki í dag, né á morgun, aldrei að eilífu. Látið þið bara þessa fótboltatruslu ekki koma nálægt húsinu mínu. Skiljið þið það? Hana nú. Hann brýtur niður húsið einhvern tímann með þessum látum. Ég vildi að hann gerði það og það dytti yfir hann. Gætið ykkar. Það sem fyrir? Var ég ekki búinn að... Nú mælirinn fullur. Þetta var mín síðasta viðvörun. Gætið ykkar. Æ! Ég held bara að eitthvað hafi komið honum úr jafnvægi. Heiðu nú, Mangi. Maður verður að fara að pésa pipar með góðu. Já, þetta rétt hjá Gulla. Við skulum biðjast afsökunar. Komdu, Pési, okkur þykir þetta mjög leitt. Þetta skal ekki koma fyrir aftur. Já, það skal ekki koma fyrir aftur, því að ég með boltan ykkar og honum held ég. Okkur þykir þetta afskaplega leitt, Pési. Viltu vera svo góður að láta okkur hafa boltan aftur? Burt með ykkur og látið ekki sjá ykkur aftur. Ekki vildi ég vera hurðinans. Það var nú það, leiknum lokið. Komið, strákar, það skal komið fótbolta. Hey, gamli góði Óli! Gamli góði Óli, þú mátt vera í okkar liði. Kannski var ég of strangur við þá. Þetta eru þó vinir mínir. Heja, við Spánverjarnir erum góðir knattspyrnumenn. Varaðið, sjáu þið þetta. Hérna. Fyrirgefið hvað ég var vondur. Þið megið fá boltan ykkar. Haldið að við ættum að biðja hann um boltan? Nú hann þó komið með 2. Málið einfalt. En þið bara hugsið ekki, drengir. Þið þurfið net í markið. Því þegar boltinn lendir í marki, stöðvar netið hann og þá skellur hann hvorki á einum né neinum. Nú, hvar eigum við að fá net? Var það rétt sem ég heyrði hjá Baunabelgi prófessor að ykkur vantaði net? Sé svo að þá get ég bjarga því. Ég kann að ríða fiskinet og ég fæ allar stelpurnar til liðs við mig og þá getið við bráðum haldið leiknum áfram. Húrra, húrra! Komdu nú og hjálpaðu okkur, Emma. Því fleiri sem leggja okkur lið,
Því fyrr erum við búnar og þá geta strákarnir haldið leiknum áfram. Nei, takk. Ég nenni því ekki. Ég meina sko, ég er svo voðalega veik, ég verð víst að leggja mig. Emma eplið, þú ert bara blóðlöt. Ég vil enga erfiðisvinnu. Ég vil verða fallega sólbrún. Jæja, stelpur, við lökum þess og með tíma með því að hjálpast að. Þetta var gaman að þessu, Pála. Hérna, strákar, netin eru tilbúin. Fyrirtak, þakka ykkur fyrir, stelpur. Við fundum eitt fótbolta til. Getur þið sett það upp fyrir okkur, Pála? Hei, þetta er stórkostlegt. Hvers vegna datt okkur þetta ekki fyrir í hug? Þá hefðum við aldrei lent í þessum leiðindum. Nú getum við sparkað eins fast og við viljum án þess að brjóta neina rúður. Svona, byrjum nú. Sendu boltan til Míljúli. Sjáðu þegar ég gerir svaka mark. Ég verð svo falleg þegar ég orðin sólbrún, alveg eins og kvikmyndastjarn. Sigga Selja verður svo öfundsjúk. Hjálp! Það er verið að ráðast á mig. Wow, skot í mark. Þetta var ekki skot í mark, þetta var skot í stelpu. Fyrirgeðu, ég gleymdi mér. Ég er búin að fá nóg. Ég get ekki einu sinni legið í friði í sólskininu. Getur maður hvergi nokkuð staðar fengið frið og ró. Hvar ætli maður sé óhuldastur? Hvar lendir boltinn ekki? Nú veit ég. Sniðuga Emma. Það er einmitt þar sem ég stend núna, hérna bak við netið. Þetta er eini staðurinn þar sem boltinn getur ekki lent á mér. Þetta líkar mér í vel. Ég vissi að þetta net kæmi sér vel. Það var frábær hugmynd. Það var gott að mér datt hún í hug. Þessa blóðlötu Emmu-epli, maður gæti haldið að við hefðum hnýtt þessi neti einungis fyrir hana. Já, ég vildi helst vefja hana inn í þau og kasta henni fyrir krókódíla. Mark! Við unnum, húrra! Það er komið matur. Já, ég er glórhungraður. Vaknaðu, Emma, það er komið matur. Ég bakaði indælisköku. Ég ætla að fara að taka kökuna út úr ofninum en þú, Sigga, verður hér eftir og vekur hana. Nei, ég ætla sko ekki að vekja hana. Ég sé enga ástæðu til þess. Henni veitir ekki af ráðningu. Hún verður alveg glórhungruð þegar hún vaknar og þá verður ekkert eftir handinni. Hei, sjáu þið bara. Þarna er Emma ennþá steinsofandi. Ég held að þessi besta vekja hana, hún hefur legið allt og lengi út í sólskininu. Hvað er að sjá hana? Þvílíkt augna yndi. Þú ert bara öfundsjúkur því ég er svo falleg. Ég er orðin svo yndislega sólbrún, en þú ekki. Kallarðu þetta að vera sólbrún, þá máttu vera það fyrir mér. Emma, þú ert alveg sprengklægilega að sjá. Alveg eins og tennisbæði, þú ert öll þvers og kruss. Vill einhver koma í krossaleik? Ég lít alveg hræðileg út. Hvað á ég að gera? Sitja í myrkrastofu í minnsta kosti mánuð. Þetta er allt ykkur að kenna. Þið vissu að netið myndi setja á mig ljósa rákin. Þið vissu hvað myndi gerast, þess vegna vöktuðu mig ekki. En Emma þó, þú sem sagðist verða svo falleg þegar verið sólbrún.